Heilbrigðisráðherra, kæra samstarfsfólk og góðir gestir. Það gleður mig að sjá þann áhuga sem ársfundi Landspítala sýndur. Fundurinn í ár ber yfirskriftina Þróun í takt við þarfir sjúklinga. Þessi yfirskrift einkar viðeigandi þar sem ég hef lagt sérstaka áherslu á sjúklingamiðaða nálgun í stefnumörkun minni sem forstjóri og mun gera það áfram. Það má kannski segja að ársfundurinn í fyrra hafi verið ákveðin inngangur að því samtali sem við munum eiga hér í dag. Ný samskiptastefna spítalans var þá til umfjöllunar sem og ýmsar hliðar faglegra samskipta í þjónustu við sjúklinga og aðstandendur þeirra. Grundvöllur góðrar þjónustu sem í takt við þarfir sjúklinga að heilbrigðisstarfsmenn og aðrir sem starfa innan heilbrigðisþjónustunnar leggi sig fram við að hlusta á sjúklinga. Hlusti á þeirra sjónarmið, hlusti á þá deila sínu upplifun og nýti samskiptin sem gagnlega leiðsögn í störfum sínum. Þetta eykur ekki aðeins líkurnar á því að við skiljum betur vandamál sjúklinga, heldur eykur þetta einnig traust þeirra til okkar og heilbrigðisþjónustunnar. Þetta inntak verkefnis sem verður kynnt hér á ársfundinum undir yfirskriftinni Ábendingar sjúklinga, auðlind fyrir starfsemina, frábært verkefni sem kafar djúpt í starfsemi sem mér afar kær. Eins og við vitum öll, þá hefur eftirspurn eftir heilbrigðisþjónustu aukist jafnt og þétt og mun gera það áfram. Það ljóst að ekki verður hægt að anna aukinni eftirspurn á hefðbundinn hátt í öllum tilvikum. Við verðum að nýta tækni til að efla getu okkar, til að veita þjónustu með fjölbreyttu sniði og telja okkur þurfa að fara í stórsókn á þeim vettvangi. Heilbrigðisstarfsfólk eyðir miklum tíma við tölvuskjá, einkum við skráningu í sjúkraskrá sem sannarlega nauðsynleg. En við það tapast þó dýrmætur tími sem annars væri unnt að verja í samskipti við sjúklinga og aðstandendur þeirra. Þróun tæknilausna og annarra úrræða sem gera klíníska skráningu markvissari og skjótvirkari og styttir þannig tíma starfsfólks við tölvuskjáin nauðsynleg. Jafnframt þurfum við að halda áfram þróun snjalllausna til miðlunar upplýsinga og fræðslu fyrir sjúklinga og aðstandendur. Það mikilvægt að vanmeta ekki hæfni sjúklinga sem á komandi árum munu verða æ ríkari þáttakendur í eigin meðferð. Allt bendir til þess að þeir muni í auknum mæli fá aðgang að upplýsingum sína þjónustu meðal annars aðgang að eigin sjúkraskrá. Þessi þróun hefur verið að ryðja sér til rúms víða. Innan þróunarsviðs spítalans unnið ötullega starfrænu lausnum og hefur þegar náðst eftirtektarverður árangur líkt og fjallað verður hér á eftir. Geta má þess að á síðasta ári var Landspítali valinn UT-fyrirtæki ársins. Það mikill heiður sem við erum stolt af. Samhliða okkar eigin þróunarstarfi tel ég að auki samstarfi nýsköpunarfyrirtæki sem mikilvægt fyrir spítalann. Þrátt fyrir góðan árangur innan okkar raða tel ég skorta skýrari stefnumörkun á sviði stafvæðingar í heilbrigðisþjónustuna á landsvísu. Raunar megum við engan tíma missa því þörfin brýn auk þess sem margvísleg tækifæri fyrir hendi þessa mundir, meðal annars með nýtingu gervigreindar. Stafrænar lausnir stundum kynntar til sögunar sem einhvers konar sparnaðaraðgerðir, en staðreyndin sú að þessi vegferð kallar líka á verulegar fjárfestingar. Eigi tilætlaður árangur að nást. Það til mikils að vinna, ekki síst þar sem skynsamleg innleiðing tæknilausna getur aukið skilvirkni en einnig stuðlar að aðlaðandi vinnuumhverfi. En tækifærin liggja víða og metnaðurinn mikill. Íslensk heilbrigðisþjónusta býr yfir gríðarlegum tækifærum á sviði einstaklingsmiðaðrar læknisþjónustu. Rannsóknir íslenskrar erfðagreiningar hafa sett Íslendinga í einstaka stöðu á heimsvísu þegar kemur að nýtingu erfðaupplýsinga í einstaklingsmiðaðri heilbrigðisþjónustu. Skapa þar leiðir til að unnt verði að nýta í klínísku starfi fyrirliggjandi erfðaupplýsingar sem aflað hefur verið með vísindarannsóknum. Hans Tómas Björnsson mun fjalla þetta í erindi sínu hér á eftir, en Hans Tómas einn af öflugustu vísindamönnum Landspítala. Ágætu gestir,
Á ársfundi spítalans viðeigandi að líta öxl og rýna í starfsemi liðins árs til að greina hvar nauðsynlegra umbóta þörf og leiðir að því marki. Vegna þráláts skorts á legurýmum og mikils fjölda sjúklinga sem jafnan beið innlagnar á bráðamóttökunni í Fossvogi var þróað samræmt fyrirkomulag til að dreifa álagi vegna innlagna á bráðalegudeildir spítalans og stigvaxandi máta. Það er skemmst frá því að segja að á seinni hluta ársins var spítalinn oftsinnis á hæsta innlagnarstigi. Þessi staða var afar íþyngjandi fyrir starfsfólkið sem að vanda stóð sig með eindæmum vel. Þegar horft til næstu ára blasa við stórar áskoranir vegna ófullnægjandi húsnæðis sem kemur í veg fyrir að unnt verði að mæta aukinni þjónustuþörf á viðunandi hátt. Eins og margsinnis hefur komið fram þá stafar sá legurýmisskortur sem spítalinn býr við að verulegu leyti af því að ekki er hægt að útskrifa fólk sem lokið hefur meðferð á spítalanum og býður varanlegrar búsetu ýmist í hjúkrunarrými eða öðru úrræði. Með samvinnu við heilbrigðisyfirvöld og stjórnendur hjúkrunarheimila tókst að skapa okkur andrými þegar mest á reyndi. En róðurinn þyngir stöðugt og því hef ég ítrekað vakið athygli á því að spítalinn getur ekki starfað áfram með þessum hætti. Byggingu meðferðarkjarna sem Hringbraut miðar vel, en því miður of langur tími þar til þetta húsnæði verður tekið í notkun. Þannig að nauðsynlegt að bregðast við með tímabundinni lausn svo að spítalinn geti rækt hlutverk sitt sómasamlega. Loks brýnt á næstu árum verði unnið að því að afmarka hlutverk Landspítala í takt við heilbrigðisstefnu til ársins 2030, en það kallar á að þjónusta annarra þátta heilbrigðiskerfisins verði efld. Óskýr landamæri eru eitt af sérkennum íslenska heilbrigðiskerfisins verður að segja. Þrátt fyrir vísi að hlutverkaskiptingu sé að finna í lögum og reglugerðum, þá rata góð áform ekki alltaf í framkvæmd. Óskýr hlutverkaskipan skapar hætta á að þjónusta sé veitt á röngu þjónustustigi og að sjúklinga falli milli þilja. Þetta sjáum við reglulega á Landspítala og ekki síst hjá sjúklingum sem leita til okkur eftir þrautagöngu í gegnum heilbrigðiskerfið. Ennfremur leiðir óreiða í skipulagi til sóunar. Þar er verk að vinna bæði innan Landspítala sem utan. Einn veigamikill þáttur í starfsemi Landspítala er hlutverk spítalans sem háskólasjúkrahús. Það hlutverk er almenningi kannski að nokkru hulið, en án menntunar og vísinda má íslensk heilbrigðisþjónusta sín lítils. Því miður hafa á síðustu árum komið fram vísbendingar hnignandi árangur á sviði vísindarannsókna sem einkum birtist í fækkun fræðigreina í erlendum tímaritum og tilvitnunum í þær. Þessi þróun varðar ekki eingöngu Landspítala heldur hefur einnig áhrif á samstarfsstofnun okkar Háskóla Íslands vegna leiðandi hlutverks spítalans á vettvangi klínískra rannsókna. Á sama hátt og við viljum veita framúrskarandi klíníska þjónustu á Landspítala, þá viljum við að menntun og vísindastarf sé í fremstu röð. Við verðum að snúa þessari neikvæðu þróun við. Við verðum að tryggja vísindastarfseminni þann sess sem henni ber í ljósi þess að er að ræða eitt af lykilhlutverkum spítalans. Auk þess sem öflugt vísindastarf stuðlar yfirleitt að auknum gæðum klínískra þjónustu. Þetta verðum við að gera á sama hátt og þekkist á erlendum háskólasjúkrahúsum. Við þurfum að halda því á lofti sem vel er gert á vísindasviðinu. Við þurfum að halda vel utan vísindamenn spítalans og tryggja þeim bæði tíma og aðstöðu til sinna verka. Við þurfum að finna leiðir til að styðja við efnilega unga vísindamenn. Þannig getum við vonandi laðað að spítalanum fleiri öfluga vísindamenn. Loks þurfum við að styrkja innviði og umgjörð vísindastarfsins verulega og í því skyni auka samvinnu við heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands. Uppbygging vísindastarfsemi Landspítala krefst óhjákvæmilega sérstakrar fjármögnunar. Jafnframt tel ég að efling samkeppnissjóða sé mikilvæg leið til að styrkja vísindastarf og heilbrigðissviði til frambúðar og því er sérlega ánægjulegt að heyra þau tíðindi sem heilbrigðisráðherra bar okkur varðandi heilbrigðisvísindasjóð. Eitt af því sem veitir okkur starfsfólki Landspítala von bjarta framtíð er nýbyggingin sem nú er óðum að taka á sig mynd við Hringbraut. Meðferðarkjarninn og rannsóknarhúsið munu valda straumhvörfum í starfsemi spítalans sem mun þá loks sameinast að langmestu leyti á einum stað. Í þessu sambandi má nefna að á næsta ári eru 25 ár liðin síðan Landspítali og Sjúkrahús Reykjavíkur voru sameinuð í eina stofnun sem þá hlaut nafnið Landspítali Háskólasjúkrahús.
Á þeim tíma, það er að segja við síðustu aldamót, voru legurými hins sameinaða spítala samanlagt 1260, en í dag eru þau 650. Til að mæta þessari miklu fækkun legurýma hefur dag- og göngudeildarþjónusta verið efld til muna, en betur má ef duga skal, því verkefni aukast stöðugt í takt við fólksfjölgun og öldrun þjóðarinnar. Því er brýnt að sem fyrst verði hugað að byggingu hús fyrir dag- og göngudeildarþjónustu á Hringbrautarlóðinni. Einnig er mikilvægt að flýta eftir fremsta megni byggingu nútímalegs húsnæðis fyrir geðþjónustu spítalans. Nýjar byggingar Landspítala munu bjóða upp á sveigjanleika til að mæta nýjum áskorunum. Fæst áttum við von á því að þurfa að takast á við heimsfaraldur af þeirri stærðargráðu sem COVID-19 var, en faraldurinn gerbreytti allri heilbrigðisþjónustunni á örskömmum tíma. Í nýju húsnæði Landspítala verður mun einfaldara að takast á við slíkar áskoranir. Það er líka von mín að flutningur í hinar nýju byggingar við Hringbraut muni marka loka áfanga í því sameiningarferli sem hófst fyrir aldarfjórðungi síðan. Við þurfum næstu ára að vinna markvisst að ýmsum aðkallandi verkefnum sem miða að því að samhæfa starfsemi spítalans áður en til flutnings kemur. Hér horfi ég til samræmingar verkferla og stöðlunar verklags þvert á spítalan, en ekki síður til vinnustaða menningar sem getur verið æði ólík eftir sviðum og deildum. Ágætu gestir, rekstur spítalans á síðasta ári gekk nokkuð vel, held ég að mér sé óhætt að segja. Umfangið er gífurlegt á þessum stærsta vinnustað landsins og þeir stöðugt vaxandi eins og komið fram. Til marks um það má geta þess að 20% fleiri sjúklingar leituðu til spítalans á árinu 2023 en árið 2019. Innleiðing þjónustutengdrar fjármögnunar gekk vonum framar. Árið 2023 var fyrsta árið þar sem raunverulega var stuðst við þessa fjármögnunar aðferð. Og margt bendi til þess að innleiðing hennar hafi þau áhrif að afköst aukist og að það sé til góðs fyrir sjúklinga og heilbrigðisþjónustunni í heild sinni. Rekstrarniðurstaða spítalans var jákvæð eins og nánar verður greint frá hér á eftir. Það er ekki síst að þakka góðu samstarfi við heilbrigðisyfirvöld sem stutt hafa vel við spítalan en einnig veitt okkur sjálfsagt aðhald. Stjórn spítalans hefur einnig lagt sitt að mörkum, en henni meðal annars falið það hlutverk að styðja við forstjóra ásamt því að veita aðhald. Ég hef starfað stærstan hluta mín starfsferils hér á spítalanum og hef séð ótal breytingar til góðs á þessum tíma. Ég hef líka orðið var við stöðnun en sjaldnast afturför. Þær stjórnskipulagsbreytingar sem nýlega hafa verið leiddar á Landspítala miða að því að styrkja og efla stjórnun í framlínu starfseminnar í klínísku þjónustunni sem er megin hlutverk spítalans. Nýju stjórnendur í framlínu tóku til starfa 1. apríl síðastliðinn og bind ég mikla vonir við framlag þeirra því ég veit að þarna er að ferða öflugir einstaklingar sem er umhugað að efla starfsemi spítalans. Verkefnin eru vissulega ærin og þau halda áfram að hrannast upp, en með bættu skipulagi og aukinni skilvirkni stefnum við ótrauð að settu marki. Við hyggjumst ekki einungis auka þjónustu spítalans heldur einnig bæta gæði hennar. Að lokum er ekki hjá því komist að hampa öflugu starfsliði Landspítala. Innan okkar mörgu veggja er að finna eitthvað mesta hugvit landsins, en mestu skiptir að á spítalanum starfa lausnamiðað fólk sem mætir alla daga með það að markmiði að lækna, hjúkra og líkna. Við höldum okkar góða starfi áfram, við ætlum að gera spítalan öflugri og betri með hverjum deginum. Við ætlum að mæta framtíðinni með jákvæðni og stolt að leiðarljósi. Ég hlakka til að hlýða á framsögu erindi og umræður hér í dag og ég stíg bjartsýnn inn í sumarið. Ég þakka áheyrnina.